Já, komið sæl. Það hefur verið tiltölulega rólegt veður hér sunnan til á landinu en aðeins svona norðaustan strekkingur sérstaklega þá úti fyrir Vestfjarðakjálkanum sem og við austurströndina. Hiti var að ná tæpum 15 stigum bæði sunnan og vestanlands í dag. En það sem verður svona, eða mun einkenna veðri næstu dag það að það verður tiltölulega lágur loftþrýstingur hjá okkur, verður lægra yfir landinu, það sem tengist í rauninni þessi lægð hér fyrir austaland og svona smá lægð hér vesturaf og það munur hafa svona í för með sér að verður nú kannski meira skýjað en minna hjá okkur næstu daga og við munum fá úrkomu svona á köflum þó ekki verður nú mikið en við sjáum nú svona flekki í þessu þegar á morgun hér síðdegis á morgun hér suðvestanlands en það eru allir landshlutar sem munum fá svona lítilsháttar úrkomu öðru hvoru á næstu dögum. Við erum ekki í sérlega hlýju lofti, við sjáum hér að svona hlýja lofti er hér langt suður í hafi eða austur af landi og ekkert svo sem mikið sem er að breytast hjá hvað það varðar næstu daga hjá okkur og við sjáum hér nærmyndina þá er ákveðin norðaustlátt hér klukkan 19 yfir Vestfjarðakjálkanum sem og norðanátt hér út í austurströndina. Við vorum alveg að fá sólarglennur hér bæði sunnan og vestan til á landinu og var nú ekki mikil úrkoma í þessu í dag en við sjáum að svona þegar við keyrum hreyfimyndina það svona breytist, hlutin er ekkert að breytast hratt né mikið hjá okkur fram til morguns þó vissulega komið kannski svona aðeins meiri úrkoma inn í myndina hér á norðausturhorni landsins en nóttin eftir getur orðið nokkuð björt allan að víða hér vestan til á landinu þetta er þá staðan í fyrramálið við sjáum að hitatölur almennt séð á bilinu svona 5 til 10 stig og bjart veður hér vestanlands skýjað að öðru leyti og slitrótt rigning bæði hér norðan og norðaustan til og gæti einnig álpast inn hér þá á suðurströndina einhverjir bakkar og þegar við sjáum morgundeginum vindur fram þá sjáum við að það eru svona úrkomu flákar í þessu bæði hér sunnan sem og norðan til á landinu og nokkuð svona staðbundið í álandsvindunum þá á ströndu til að mynda þar getur ringt svona kannski heldur meira annað kvöld verður staðan á þessa leið og við fáum væntanlega svona hámarksitt á bilinu 12 til 14 stig á morgun og hér annað kvöld þá erum við með svona nokkur slitrótt úrkomu bæði sunnan heiða sem norðan og í framhaldinu síðan þá sjáum við að þessi stífa norðaustanátt sem yfir Vestfjörðunum og hún svona smá sem hann hægir á sér og á miðvikudaginn þá nú svona víðast hvar hæglætisveður þá verður nú svona meira og minna skýjað og hér klukkan 14 erum við að fá úrkomu víða bæði norðan og austan til á landinu og geta dottið inn stöku skúri hér suðvestanlands og síðan þá í framhaldinu þá á 50 dagina þá ætlar að vera svona pollrólegt hjá okkur áfram en við sjáum þó hér ákveðin úrkomumerki yfir landinu öllu og hitatölur svona áfram á svipuðu meiði og það helst að sjá sem þegar svona komið fram á föstudaginn þá ætlar að verða svona ákveðin kaflaskil í þessu það vindátt verður suðlægri og bæti smásmann í vind þegar líður á föstudaginn og vissulega áfram eitthvað úrkoma að finna víða land. En hvað varðar veður út í heima þá sjáum við að það nú svona vorrigningar nokkuð víða og sjáum það á Bretlandseyjum að það ýmis skúrir eða rigning á stórum köflum sem og hér í sunnanverðri Skandinavíu og við erum að sjá í rauninni skúrabletti nokkuð víða í álfunni nema það sem þessi hæð sem hér stödd yfir vesturströnd Frakklands er að gera sig gildandi en til að mynda erum við búið að það muni gera nokkuð myndarlega skúrir í Rómaborg á morgun en þegar við förum síðan aftur hér til vesturs þá sjáum við að það er sólríkt á Íberíuskaganum á morgun og hitatölur jafnvel fann að nálgast 40 stigin hér allra syðst og á Kanaríeyjum þá ætlar að verða norðaustlátt á morgun og hiti í kringum 25 stigin og sól svona að mestu leyti og vendur síðan hér í Norður-Ameríku víða þrumum við hér á sléttunum miklu allan að sunnan til á þeim og hiti vel yfir 20 stigum í Kanada. En svona sé það gott að vera í bili, verið sæl.